Halló Fásis.is, nú erum við komin hérna með Elísabetu Ormsle. Hún að fara að keppa í söngvakeppninni á laugardaginn og fara að syngja lagið hennar Grétu Salóme á ný. Og við ætlum að sjálfsögða leggja fyrir hana spurningar í anda okkar klúbbs. Fyrsta æfingu í Stokkhólmi og kameruvinnan gekk illa og hljóðið var mjög slæmt. Og þú kemur inn á blaðamannafund frekar svekkt og þú ert strax spurð, hvernig gekk æfingin? Ég held ég myndi bara segja, bara vera hreinskilin og segja bara þetta gekk ekki alveg nógu vel. En þetta var bara fyrsta æfing, maður bara venjast og komast inn í hlutina og svona og verður alveg pottitt búið að laga allt saman á næstu æfingu. Nú þekkir örugglega Jónatan Garðarsson og hann alltaf með mjög stífa tímadagskrá. Nú ekki komið á klósettið í þessari Eurovision-búbli í 7 klukkutíma og það koma 10 brjálaðir spænskir aðstæðendur upp að þér og vilja hver og einn fá selfie með þér. Hvað gerir þú? Tek selfie með öllum að sjálfsögðu. Auðvitað, samfélagsmiðlega konan sko. Og byggða á að followa mig líka á Instagram og taka mig. Á Eurovision tíðkast að keppendur taka oft svona einhver lög á blaðamannafundum. Oft mjög klassík að taka Eurovision-lög. Hvaða lag myndir þú taka? Molitva, Serbía 2007. Nú eru Rússar að æfa á sviði og það frekar mikið púað á keppendan og menn eru að veifa regnbogafánanum. Og þú ert akkurat stödd á blaðamannafundi á meðan og þú ert spurð, hvað finnst þetta pú? Hverju svarar þú? Sko, fólk hefur náttúrulega mjög sterkar skoðanir í Rússlandi og svona alveg góð og gild ástæða fyrir því. En þetta samt keppni þar sem að pólitík, þetta snýst ekki pólitík. Þetta þú veist, fólk að koma saman og elskar þessa keppni. Og ég meina, þú veist, af hverju að vera að koma með þetta þangað? Þegar þetta á að snúast að, þú veist, hafa gaman og einhvern veginn. Þetta þetta skemmtun, þetta fyrir alla. Þannig að það ekkert discrimination í boði í rauninni. Nú það alltaf einhver svona ein spurning sem gegnum gangandi á hvern svona Eurovision keppanda úti. Okay. Hver heldur að vera algengasta spurningin sem þú spurð? Sko, ef að fólkið úti, fjölmiðla fólk úti veit af því að móðir mín hafi tekið á Eurovision, þá held ég þið svolítið spurð út í það. Nú ert þú búin að vinna keppnina og komast þú bara undan riðlinum á þriðjudaginn 10. maí. Og Krister Björkman sem framkvæmdastjóri Eurovision í ár, í Mr. Eurovision í Svíþjóð, hann hringir í þig og hann segir, Elísabet, við erum með æðislegt opnunaratriði og þú verður að dansa í frontinum og þú þarft að koma inn að dansa einhver. Og þá ætlum við að sjá hvernig Elísabetu reiðir af. Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Whoa, mama, someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. Take me out, I'm not in the mood for a broken heart. Gonna dance tonight, forget her, no, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello, my ladies? Pull me baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Love, 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 love. Let the rhythm take us higher. You know it, I'm on fire. Check me out. 3, 2, 1, hey! I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. Hold me tight, we're not going home tonight. Oh yeah. Do you like my day?